Velkomin í föstudagsþáttinn frá N4. Við komum víða við að vanda í kvöld. Við ætlum að byrja í dekkjahöllinni og til mín er kominn Jóhann Jónsson. Velkomin. Takk. Birgða og kynningarfulltrúi. Og markaðsstjóri. Markaðsstjóri, já. Það kannski hittir vel á að kynna þetta í plastlausum september. En þið eru komin með eitthvað í staðinn fyrir dekkjaplasti, ekki satt? Jú, við hefum haft mikla áhuga á umhverfismálum og höfum svona síðustu 2 ár unnið að svokallum dekkjapoka, sem sagt fjölnota poka sem þú getur bara nota aftur og ef hann er skítur þá getur hent honum í þvottavél og annað slíkt. Og þetta stækkar í rauninu, hann er stækkanlegur, mjög auðvelt að nota á mismunandi stærðari dekkjum. Við þurfum eiginlega að lyfta hann upp í sófann og sýna áhorfendum. Þetta er ótrúlega flott. Þetta er í rauninu verið þannig að hann stækkar með þetta gengur alveg frá litlum fólksbílum upp í bara jepplinga og svona minni stærri jeppum. Og þetta er í rauninu bara mjög einfalt. Þetta sem bara er rúllað upp á. Og svo er ekki stærra þá bara skarast pókinn minna. Já, það er bara þannig. Og svo er þetta bara tekið og Þannig franskur rennilás sem drýpur í. Já, svo það er svona þykkara efni hérna, hvað segir maður, á endonu eða hvað segir maður, á kantinum er þykkara efni upp á ekki nagla að gera og svona? Jú, bara líka upp á drulluna og annað slíkt, þannig að þetta minnkar hann að þegar kannast kannski við að margir hverjir að lendi því að það er drulla í skottinu eftir að hafa setið dekkin og annað slíkt og svo burðast með þetta náttúrulega í plastpokunum. Þannig að þetta er með haldið upp á, þannig að það er mjög auðvelt að fara með þetta og ganga þetta og fara með þetta í geymsluna. Þannig að þetta er, ég myndi segja, þetta er bara frábært. Þetta er bylting, myndur ekki segja. Maður kannast nú við þessi plöst sem að tolla nú eiginlega ekkert og svo raðar maður þessu kannski upp út í horn einhvers staðar og svo er þetta bara fokið daginn eftir. Já, maður sér það yfirleitt þarna þegar dekkjavertíðin er, maður sér svona dekkjapoka svona víðsvegar sem hafa fokið. Já, nákvæmlega. Kannast við það. En eitthvað hlýtur þetta að kosta? Sko, já, við vorum alltaf að gefa dekkjapoka og nú samkvæmt nýjum lögum núna, þá má ekki gefa plastpoka. Það er bara búið, það má. Þannig að við erum ennþá með einhvern lager sem við erum að selja í okkar stöðum. En við erum að selja 4 svona á 4.990 krónur, 4 pokar svona saman. Og við ákveðum að stilla bara verðinu í hóf, í staðinn fyrir að vera að gefa plastpoka, að vera með þetta bara eins nálægt kostnaðarverði og við mögulega gátum. Og svona til samanburðar, þá er út í heimi, það er allt svo ódýrari í útlöndum, að til og með inn á Amazon, þá kostar 4 svona pokar frá einmitt þessum framleiðanda, kostar í íslensku krónum, fyrir utan flutning og virðisaukaskatt og annað slíkt, 6.400 krónur. Þannig að þeir eru ódýrari en þessir risar í útlöndum. Já, það er ódýrara fyrir Íslendingana að kaupa þessa poka hér, heldur að kaupa þá erlendis frá. Og þið eru búin að vera að hugsa þetta í svolítinn tíma. Þetta gerist ekki bara því að það var sett í reglur að banna að gefa plast. Nei, við erum búin að vera að vinna að þessu í 2 ár, cirka bát. Við erum að vera að reyna að finna framleiðanda sem við vitum að er að vinna með gæða efni og er í pókum sem hafa reynst vel, fengið góðar umsagnir hjá viðskiptavinum og öðru slíku. Þessi framleiðandi sem er að framleiða þessa póka, hann er til dæmis með samning með Michelin sem dæmi. Sem er ákveðin gæðastimpil. Já, Michelin er með svona ákveðna bílavörur og annað slíkt sem setja merkið sitt við og þeir láta framleiða fyrir sig og eru Michelin pókarnir aðeins dýrari heldur en frá þessum aðila. Þannig að, en samt sama efni og allt sem aður. Og þið fengu þetta til landsins það ekki bara í fyrra vor, nýbyrjar með þetta tiltölulega? Fengum þetta bara núna í fyrsta skipti vor, fengum smá sendingu, fengum svo í sumar restina af sendingunni, við erum að kaupa svolítið magn til þess að ná góðu verði. Og nú er þið fullar geymslur af svona pókum? Fullar geymslur og eins og það er þetta er á öllum okkar þjónustustöðum, við erum á Akureyri, Egilsstöðum og 2 stöðum í Reykjavík og svo er þetta líka hægt að kaupa þetta náttúrulega á heimasíðunni okkar á dekkjahöllin.is. Þetta er svo smart, það líka að maður fari bara í göngutúr með þetta. Þetta er gott, fyrst minnist á það. Það tóku þetta konar í gaman saman.
þær keyptu svona og þær eru bara tók og sett þetta utan dekkin hjá sér og þær eru bara að nota þetta sem lóð í útikennslunni hjá sér og annað slíkt. Þetta náttúrulega ákveðið og svona þetta tekur alveg á og dekkin geta náttúrulega verið ákveðin þyngd. Þannig að fyrir þær var þetta... möguleikar, þarna það bara með lóð, hreyfanleg lóð. Já, heldur betur. Þannig að það eins og þetta til margs nota. En Dekkjahöllin svona svolítið gamalt og gróið fyrirtæki sem héðan frá Akureyri, ekki satt? Jú, þetta byrjar í bílskúrnum hjá eigandanum Gunnari í Tungusíðu 1982 og hann flytur þaðan í Draupnisgötu þar sem við erum í dag 1984. 1999 þá opnar hann á Egilsstöðum, opnar verkstæði þar og við erum stærstir á Egilsstöðum þar og 2008 þá opnum við í fyrsta skipti í Reykjavík. En höfuðstöðunar eru alltaf hérna á Akureyri. Þetta svona vaxandi, hægt og sígandi vaxandi fyrirtæki alltaf. Já, þetta verður svona, við erum ekkert farið ógeist. Við erum bara tökum þetta svona eftir því sem við getum. Já. Svo varst að segja mér aðan að í hvað 10. sinn eru þið framúrskarandi fyrirtæki líka, sem dálítið afrek. Já, við fengum núna í vikunni. Þetta sem sagt Kreditinfo gefur út lista yfir framúrskarandi fyrirtæki. Sem snýr þá að hvernig þau eru rekin, hvernig reksturinn Já, hvernig reksturinn þetta sé ábyrgur og góður rekstur og raunveru sé að standa stíl á öllum sínum sköttum og gjöldum og öllu sé stíla á réttum tíma. Og þetta 10. skipti sem þessi verðlaun afhent og við höfum verið alveg frá byrjun. En það rétt 50 fyrirtæki sem hafa náð þeim árangri hérna á Íslandi af einhverjum 36.000 fyrirtækjum á Íslandi. Það rosalegt, það mikið. Þið alveg meðvitið þið alveg bara við skulum aftur ná að vera framúrskarandi fyrirtæki? Það þannig heldurðu? Þetta orðið svona metnaðarmál? Við erum ótrúlega montin af þessu. Af því að fyrir okkur þá skiptir það máli að við séum vel rekið fyrirtæki, þannig að við séum stöndum við allar okkar skuldbindingar og séum ekki að velta vandanum okkar á aðra eins og lánastofnanir og annað slíkt í formi afskrifta eða þannig. Þannig að við viljum bara, stöndum við okkar og þess vegna höfum við líka fengið þessu verðlaun. Veistu eitthvað hvernig þróunin kannski tíminn að hlaupa frá okkur, en svona bílaeign, landsmanna, hún alltaf að aukast eða eitthvað aðeins að draga saman eða hvernig skinnið þið þetta eitthvað? Hún hefur verið að auka svolítið upp á síðkasti og við sjáum það til dæmis núna að það að aukast svona eign á rafmagnsbílum og öðru slíku sem einmitt umhverfisvænt líka sem jákvæmt. Og þá þurfa menn einmitt að hafa í huga þegar kemur að svona umhverfisvænu bílum, þessar rafmagnsbílum, að þá skipta dekkinu ótrúlega miklu máli. Af því að ef eins og Yokohama sem við erum að flytja inn, þeir leggja áherslu á því að vera með svona orkusparandi dekk, léttari og annað slíkt. Þannig rauninni fer rafmagnsbíl á Yokohama dekkjum móti kannski einhverjum öðrum, hann fer lengra á hleðslunni. Það ekki nóg að hugsa bara orkugjafann, það þarf líka að hugsa dekkin, það margt að hugsa. Já, það bara þannig. Dekkin bara skipta, þetta eini snertifluturinn við veginn. Skipta á náttúrulega ótrúlega miklu máli. Ég segi bara takk fyrir komuna og til hamingju með nýju dekkjapokana. Við vonum að þetta verði nýjasta tískan í haust. Allir að trítla með dekkjapokana sína. Já. Kærlega fyrir komuna. Takk.